Ef ekki að þá er lokið umræðu og kynningu á skýrslunefndar A og við snúum okkur að skýrslunefndar B og ég bið formann hennar Katrínu Fjeldsted að gera grein fyrir tillögum og starfi nefndarinnar. Gjörðu svo vel. Formaður, félagar og aðrir áheyrendur. Í síðustu skýrslu B-nefndar sagði ég frá vinnutilhögun, ég ætla ekki að endurtaka það, en nefnd B er að vinna að leiðum til þess að efla löggjafavald, efla störf Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu. Og við lögðum fram 9 slík atriði við síðustu umræðu málið og nú ætlum ég að bæta við nokkrum. Helstu nýmæli í þessum 9 tillögum sem koma til kynningar hér í dag eru í fyrsta lagi að þingrof verði bundið við ósk eða tillögu þingsins sjálfs. Í öðru lagi að eftirlits- og stjórnskipunarnefnd verði sett á laggirnar af Alþingi og hafi hún það starf með höndum að fylgjast með eða hafa eftirlit með störfum ráðherra. Og í þriðja lagi er það nýmæli í tillögunum í dag að krafist sé hagsmunaskráningar og hæfi þingmanna sé metið og ráðherra. Nú en þessi atriði sem ég ætla að kynna hér sem lúta öll að eflingu löggjafarvaldsins gagnvart framkvæmdarvaldi, að það kemur þá fyrst til umræðu meðferð þingmála. Í núverandi og núgildandi stjórnarskrá segir að ekkert lagafrumvarp megi samþykkja fyrir en það hafi verið rætt við 3 umræður á Alþingi og meira er ekki þetta sagt. Það er lagt til að ákvæðið verði gert mun ítarlegra og byggir aðallega á tillögu stjórnlaganefndar og tillaga B-nefndar eftir yfirferð er eftirfarandi. Ekkert lagafrumvarp má samþykkja fyrir en það hefur verið rætt við 3 umræður á Alþingi. Síðan kemur í hornklofa en þá óútrætt sama á við heimild til fullgildingar þjóðréttarsamnings sem kallar á breytingu á lögum eða er af öðrum ástæðum mikilvægur og hornklofi lokast. Þá heldur tillagan áfram. Þingsályktunartillögu má ekki samþykkja fyrir en hún hefur verið rædd við 2 umræður. Tillögur vantraust á ríkisstjórn eða ráðherra og tillögur skipun sjálfstæðra rannsóknarnefnda eru ræddar og afgreiddar við 1 umræðu. Þingmál sem ekki hafa hlotið lokaafgreiðslu falla niður við lok kjörtímabils. Að öðru leyti skal kveðið á meðferð þingmála í lögum. Þarna er, eins og ég sagði áðan, sett inn mjög ítarlegri ákvæði heldur í núverandi stjórnarskrá og sett inn í textan ekki bara hvernig frumvörpum er háttað og farið með þau heldur einnig þingsályktanir og önnur mál og hversu margar umræður eigi að fara fram þingsályktanir, vantrauststillögur og aðrar tillögur. Samkvæmt tillögum frá nefnd A er lagt til að mannréttindasamningar skuli fá sjálfkrafa gildi sem landslög og þess vegna er nauðsynlegt að heimildir til fullgildingar fái sömu þinglega meðferð og lagafrumvörp þar sem þjóðréttarsamningar fá samkvæmt þessu sjálfkrafa gildi sem landslög. En við höfum ekki tekið afstöðu til þess hvernig meðhöndlaðir verða þjóðréttarsamningar að landslögum. Í þessari grein kemur reyndar fram mjög mikilvægt nýmæli sem ég nefndi ekki áðan, sem felur í sér að þótt meðferð þingmáls sé ekki lokið við lok löggjafarþings,
þá verði hægt að halda meðferð þess áfram á næsta löggjafarþingi á því stigi sem það er statt í máls meðferð. En í dag falla slík þingmál niður séu þau óafgreidd eða liggi inn í þingnefnd, þá falla þau niður þegar þinginu lýkur. En við teljum með því að þau haldi lífi, ef svo má segja, fram til loka kjörtímabils, þá aukist möguleikar þingmanna á að fá mál sín afgreidd. Næsta tillaga er þingrof. Í núgildandi stjórnarskrá segir: forseti lýðveldisins getur rofið Alþingi og skal þá stofna til nýrra kosninga áður en 45 dagar eru liðnir frá því gert var kunnugt þingrofið, enda komi Alþingi saman eigi síðar en 10 vikum eftir að það var rofið. Alþingismenn skuli halda umboði sínu til kjördags. Við breytum þessu nokkuð og aðalatriðið í því að þingrofið verði bundið við ósk eða tillögu þingsins sjálfs. Þannig sé þingrofs heimildin alfarið hjá Alþingi sjálfu en ekki á hendi ráðherra. Þessi tillaga að mestu komin frá stjórnlaganefnd. Við leggjum hins vegar til breytingar á tímamörkum þingrofs og kosninga í kjölfar þess. Í umræðum í nefndinni kom fram að það geti verið ólýðræðislegt að sitjandi stjórnarmeirihluti boði til kosninga með stuttum fyrirvara. Undir slíkum kringumstæðum eiga stjórnarandstaða og nýir flokkar og frambjóðendur hafa þeir takmarkaðan tíma til að undirbúa sig fyrir kosningar og að kynna málstað sinn. Okkur þótti því rétt að setja lágmarksfrest og hámarksfrest vegna boðunar þingkosninga í kjölfar þingrofs. Hæfilegt lágmark í þessu skyni þótti okkur vera 6 vikur sem eru 42 dagar, en hámark 9 vikur sem eru 63 dagar. Í öllu falli kemur Alþingi saman eigi síðar en 10 vikum eftir þingrofið og sú tímasetning óbreytt frá núgildandi stjórnarskrá. Sitjandi ríkisstjórn situr sem starfsstjórn uns nýtt þing kemur saman og ný stjórn mynduð í kjölfarið. Það kom einnig til umræðu í nefndinni hvort að forseti eigi að koma að þingrofi sem einhvers konar öryggisventil og það svo sem ennþá í umræðu út frá embætti forseta Íslands. Þeirri umræðu ekki lokið, en nefndin var sammála að þingrofsrétturinn ætti ekki að vera hjá ráðherra, eins og nú forsætisráðherra, heldur hjá þinginu sjálfu. Ekki síst vegna þess að það óeðlilegt á okkar mati að framkvæmdavaldið geti rofið þing án þess að ljóst sé hver vilji meirihluta þingsins sé. Næsta tillaga okkar eftirlits- og stjórnskipunarnefnd Alþingis. Hún ekki til í dag, svo nefnd, slík nefnd ekki til. Það ekkert ákvæði þetta efni í stjórnarskránni, en tillaga okkar í samræmi við tillögu stjórnlaganefndar og segir: eftirlits- og stjórnskipunarnefnd Alþingis kannar hvers kyns athafnir og ákvarðanir ráðherra eða stjórnsýslu þeirra eftir því sem hún telur efni til. Skylt nefndin að hefja slíka athugun að kröfu þriðjungs þingmanna. Þannig sjáum við fyrir okkur að eftirlits- og stjórnskipunarnefnd verði eina fastanefnd þingsins, en gegni jafnframt stjórnskipulegu hlutverki í eftirliti með störfum ráðherra á grundvelli þess sem stjórnskipunarlög krefjast. Og þetta hugsað til þess að styrkja